Norðlenska nautakjötið, uppskrift á góðu kvöldi. Náttúrugripasafnið í Ólafsfirði var fyrst opnað þann 7. júní 1993. Aðal uppistaða safnsins eru fuglar og að auki eru nokkur önnur uppstoppuð dýr eins og hvítabjörn, refir og krabbar í eigu safnsins. Safnið var staðsett á efstu hæð í húsi Arionbanka í Ólafsfirði en nýlega opnaði safnið á nýjum stað í Pálshúsi, einu elsta húsi bæjarins, en þar hefur mikil uppbygging átt sér stað. Við byrjum á þessu að breyta þessu húsnæði fyrir 2 árum. Hugmyndin var að færa náttúrugripasafnið sem var staðsett út í bæ hingað og gera þetta aðgengilegri fyrir bæjarbúa og ferðamenn. Við fengum hönnuði til þess að hanna safnið. Það Þórarinn Blöndal, Finnur Arnar og Helgi Jóhannsson sem náttúrulega gerðu alveg frábæra hluti og settu þetta í nýtt form sem er virkilega skemmtilegt. Hverjir eru það sem stóðu að þessum framkvæmdum? Það er félagið Fjallasalir sem var stofnað og í þeim tilgangi að setja safn í Ólafsfjörð. Seinna meira því að húsið er náttúrulega 2 hæðir. Þá er hugmyndin að setja sögu skíðafélagsins í Ólafsfirði, sögu Ólafsfjarðar í mál og myndum og tjá það á svona skemmtilegan máta eins og náttúrugripasafnið er í dag. Þetta náttúrugripasafn hefur nú aldeilis, það hefur stökkbreyst svolítið frá því ég sá það síðast allavega. Já, þetta er í rauninni alveg nýtt safn. Fyrir mér eru fuglarnir allir nýir og er ég nú búin að horfa á það ansi lengi. En ég er alveg svakalega sátt við þessa uppsetningu og fannst þetta starf var bara ofboðslega skemmtilegt. Þannig að ég er bara mjög ánægð með þetta. Nú opnaði þetta snemma í júní, en hvað er vinnan búin að standa yfir lengi? Hún er búin að standa í 2 ár, aðalega að sjálfboðaliðum og í hendu það eru einn aðalgæi sem við höfum verið með svona, Björn Þór, búinn að vera frá upphafi. Svo höfum við bæst við, bæði þeir sem eru í stjórninni og aðrir utan úr bæ og með gífurlegu átaki og miklu vinnu er þetta orðið að raunveruleika. Hverju skiptir það fyrir bæinn að hafa svona veglegt safn? Þetta skiptir alltaf máli. Það þarf alltaf að vera eitthvað, það þarf að fá eitthvað til þess að fá fólk til að stoppa. Ef við getum fengið fólk til að stoppa og í samvinnu við Kaffi Klöru og fengið fólk til þess að njóta þess hvað er virkilega í boði þó það sé ekki annað en að fara bara og ganga og skoða, þá er það alltaf kostur. Hvað er hér á þessu safni? Það er náttúrugripasafnið og það er einkasafn sem okkur var gefið sem er í rauninni grunnurinn að safnastarfi og það er ísbjörn, veitur og Grímseyjarsundi. Við erum nokkra krabba, við erum í þessum sal með málverkasýningu sem stendur núna fram á sumar. Seinna verðum við tekur önnur sýning við þegar þessi fer og þetta mun rekja sig svona, þannig að við verðum alltaf í einhverju breytingu, það er aldrei alltaf það sama. Á safninu má sjá flestar þær fuglategundir sem finna má á landinu, en einnig er þar að finna eggjasafn og fleira. En hvaðan koma allir þessir safngripir? Já, ef við byrjum á einkasafninu sem er frammi, þá er það gefið af börnum Jóns Sigurjónssonar og Birnu Finnsdóttur sem bjuggu á Akureyri. Og aðalsafnið inni í salnum sem strákarnir settu upp svona listilega, það er að mestu frá Ara Albertsinni sem býr í bænum og er mikill uppstoppari. Við erum með ísbjörn á Grímseyjarsundi, við erum með málverkasýningu frá Kristni G. Jóhannsssyni. Má nefna það að Kristinn var skólastjóri í Garðfræðaskólanum á Ólafsfirði, bjó lengi, flutti síðan til Akureyrar. Hann er náttúrulega eins og þið sjáið mikið listmálari og það er okkur heiður að hann skyldi hafa byrjað fyrsti í þessum sal og náttúrulega er það von okkar að seinna meir komi fleiri listamenn sem vilja koma og sýna. Það gefur okkur líka svolítið svona skemmtilega sýn á þetta safn að við erum með fjölbreytileika líka og sem náttúrulega þjónar öllum. Já, má segja að þegar þessi sýning fer svo hans Kristins þá kemur kvenfélagið inn með 100 ára afmælissýningu og endilega hvet ég fólk til að kíkja á hana.
Það er ekki komin föst dagsetning á hana. En þetta hús hefur nú líka, þetta er ekki sem var byggt núna síðustu 2 árum. Nei. Aldeilis ekki. Nei, fyrsti áfangi var 1892. Það var byggt í 3 hlutum. 4 hlutum. 4 hlutum fyrir ekki það. Í rauninni, gamla húsið. Já. Það er svona vestasti hlutin, ein hæð, byggður 1892. Svo skömmu eftir aldamótin var miðhlutin byggður, tvílyftur, svo þessi hluti sem við stöndum í núna. Og að lokum var byggð efri hæð á fyrsta hlutan. Svo var ekki fyrir inn á 7. áratugnum sem að bakhúsið var byggt. Og hvað hefur verið hér í gegnum tíðina? Verslun og hérna í byrjun. Símstöð? Já, símstöð. Fyrsta símstöðin í Ólafsfirði. Pósthúsið var hérna líka. Og byggingaverslun, það var hérna verslun, Páll sem var fyrsti eigandinn. Hann sett upp verslun, hann var líka hérna með geymslu fyrir veiðarfæri, hann var með bátaútgerðar eignir. Hann var seldi upp mjólk og kjöt og fleiri hluti. Hérna var fyrsta kennslan í Ólafsfirði. Börnum var kennt hérna. Hann var kennari, hann Páll. Þannig að það hefur merkir hluti sem hafa komið og verið hérna, og hefur alltaf verið verslun í þessu húsnæði. Alla tíð. Já, fyrsti hlutin er byggður sem saltfiskgeymsla. Þannig að hann byrjaði á því, en það er búið að vera atvinnurekstur hér frá upphafi. Og þar sem núna, aðal hluti safnsins það eru gamall lager? Það var svona byggt sem lagerhúsnæði við hérna upphaflega húsið. Og það er nú svolítið sérstakt að labba þar í gegn og skoða fuglana í þessu nýja umhverfi. Já, mjög. Þeir fá alveg nýja mynd. Og það er kannski að geta þess að með fuglunum í þeim vegg, þeirri sýningu sem heitir Flugþrá, þar tókum við eggin úr einkasafni þeirra Birnu og Jóns og settum hjá hverjum fugli til að tengja egg og fugl. Og hérna, mér finnst eiginlega að við höfum gert þá eggjasafninu aðeins hærra undir höfði. Það er svona, fá tenginguna. Styður náttúrulega bara hvort annað. Já, styður hvort annað, sannarlega. Og hvernig er tilfinningin að geta gengið núna þetta hérna allt saman tilbúið og klárað? Alveg frábær, alveg yndisleg. Dásamleg. Það er búið að vera svo mikið að vinna að við vorum alveg bara, loksins er þetta komið og komið til að vera og ég held að gefi öllum bæjarbúum alveg bara nýja innsýn í þetta safn. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.